Arnar, 1-0 sigur hérna í fyrsta leik á móti Leikni, hvernig er svona tilfinningin? Hún er náttúrulega bara mjög góð, það er alltaf gott að vinna og mér fannst svona frammistaðan svona heilt yfir fram að eina markinu í leiknum. Þá vorum við svona, ráðandi á vellinum. Það var svona aðeins í einu sinni, þrisvar sinnum í fyrri hálfleik sem við vorum bara hættulegasti sjálfum okkur. Við vorum svona að kasta boltanum til þeirra og gefa þeim svona sem hefði getað orðið dauðafæri, en sem betur fer gerðist það ekki. En ég fannst við vera svona ráða ferðinni og vera svona þrýst alltaf meira og meira að og svo kemur markið og þá svona ósjálfrátt falla menn aðeins tilbaka og ætla að halda. Hefði svona viljað svona setja annað markið úr einhverju hraðari sókn en það kom ekki en bara að halda hreinu og taka sigur í fyrsta leik, það er bara mjög jákvætt. Hvað heldur hafi gerst þarna í upphafi? Bara menn ekki alveg? Ertu að tala þessi... Eða bara svona, þú veist, hvernig þið byrjuðu ekki alveg? Eins og þú segir ekki nægilega vel? Mér fannst raun og veru fyrri hálfleikur mjög fínn. Fyrir utan í þrígang þar sem við vorum búin að kasta boltanum til þeirra og bara raun og ekkert í gangi. Það kom bara, ég held að þrisvar í leiknum sem sluppum með það, en það var raun og ekkert í gangi. Við vorum á boltanum en við bara gerum sko þvílík mistök og hefði getað kostað okkur en sem betur við gerðum það ekki. En fyrir utan það held ég að leikmennir hafi alltaf skapað sér færi leik sem er mjög jákvæð. Þannig að leikmennir með fínasta lið og getur haldið bolta og mér fannst þið sína alveg fram á markinu. Það voru töluverðir yfirburðir með boltan en svo er það bara þannig að eins og ég hef sagt áður að við erum mótið kemur aðeins að snemma fyrir okkur. Við þurfum svona aðeins fleiri leiki til að komast í betri spilaæfingu saman og því er jákvætt að sækja 3 stig. Það er bara alltaf jákvætt. Já, eins og þú segir þá og náttúrulega eins og þekkt er í meiðslavandræðum og svona í undirbúningstímabilinu. Hallgrímur byrjar á bekknum, kemur hérna inn núna, hvernig er svona staðan á hópnum? Hann er bara allur að koma til en hefur náttúrulega lítið verið að æfa. Ég hugsa að ég kom það núna, það getur komið 3-4 vikur og búin að æfa bara með okkur og þess hefur hann bara verið einn og hefur ekkert verið að æfa fótbolta alveg frá því að mótið var búið á síðasta ári. Þannig hann á ennþá smá í land en maður sér samt hvað hann er öflugur þegar hann kemur inn og heldur bolta vel og það skiptir bara máli að geta verið með hann á bekknum og setja hann inn á í svona tíma. Gefur okkur ró á boltan og svo held ég að styttist líka í Sebastian Preppels líka og svo er bróðir hans, Hrannar, hann er byrjað að æfa og það styttist náttúrulega í hann líka sem er bara jákvætt. Þannig að við erum að þéttast og svo í kringum 10. þá kemur Svenni og mun æfa með okkur á fullu og hann er bara í bænum út að námi. Þannig að það er alltaf betra að hafa alla mannskapið saman, þannig að þá verðum við bara öflugri. Já, komum fréttir af því að það væri ný aðstaða að vera klár. Hvernig líst þér á það? Já, ég get ekki verið ánægðari, þó að það sé fínt að spila hérna á Dalvík en auðvitað hefði maður viljað að vera komið aðstöðu miklu fyrr upp á Káa-svæði og geta spila sem okkar heimavöll. En það er að koma og ég held að allir séu gríðarlega spenntir fyrir því. Vonandi náum við að spila 3. heimaleikinn þar á móti FH. Það er svona, við getum sagt björtustu vonir, en ef ekki þá vonandi á móti Stjörnunni 20. Þannig að næsti leikur verður þá allavega hér? Já, það er alveg klárt. Það er á móti Keflavík hér. Já, ok. Takk fyrir. Takk.